Í þessu dæmi eigum við að finna stofnfall falls sem fullnægir gefnu skilyrði. Við skulum byrja á því að skoða fallið. Fallið sem gefið er f af x jafnt og tvisvar sinnum kósinus x mínus sínus af 2x. Og við byrjum á því að finna almenna stofnfallið af því. Ok, þá fáum við hérna tvisvar sinnum sínus x vegna þess að afleiðan af sínus er kósinus og síðan eigum við að fá hérna kósinus 2x, afleiðan af kósinus er mínus sínus, þannig að við fáum bara hérna þá plús kósinus 2x, en að þetta eru 2x þá þurfum við að deila með 2, annars hefðum við fengið mínus tvisvar sinnum sínus 2x. Og svo plús fastin c sem að gera þetta að almennu stofnfalli. Okay. Þá er komið að skilyrðinu. Við vitum að stóra f af pi, það er þá tvisvar sinnum sínus af pi plús hálfur sinnum kósinus af 2pi plús c, þetta á að vera jafnt og 5. Ok, þá er að rifja upp hvað er nú sínus af pi ef við skellum hérna upp einingarhingnum snöggvast, þá er hann einhvern veginn svona. Við vitum að þetta er radíusin í einingarhingnum er 1, þannig að þetta er punkturinn 1,0. Þetta hér er punkturinn 0,-1. Þetta er punkturinn mínus 1,0. Og þetta hérna er punkturinn 0,1. Þetta er punkturinn 0,1. Og við munum það að allir punktar á einingarhingnum hafa hnitinn kósinus, sínus af horninu. Nú, við vitum líka að hérna í þessum punkti að þá er hornið 0, síðan förum við 180 gráður eru pi, þetta er 0 radíanar, 90 gráðurnar eða hérna er þá hálft pi og 270 gráðurnar er þá 3pi aðrir hérna niðri. Þannig að við sjáum að af horninu hálft pi er kósinusinn 0 og sínusinn 1. Ok. Já, við ætlum ekki að skoða hálft pi, við vorum að fara að taka hérna pi. Ok. Ef að hornið er pi, þá er kósinusinn mínus 1 og sínusinn 0. Þannig að við fáum hérna þessi að liðurinn sem inniheldur sínus af pi, hann bara dettur út, það er 0. Og kósinus af 2pi, þá erum við búin að fara heilan hring og 2pi er þá hér. Og við sjáum að kósinus af 2pi er þá 1, af því að hnit þessa punkt sérna er 1,0. Kósinus af 2pi er 1 og sínus af 2pi er 0. Kósinusin er 1, þannig að við fáum þá hálfur sinnum 1 sem er þá bara, ég hef ekki skrifað þetta bara hérna, út af þessum fáum við 0, svo fáum við hérna hálfur sinnum kósinus af 2pi sem er 1 og svo fáum við hérna plús c, þetta á að vera jafnt og 5. Gert þetta svona. Þá er hálfur sinnum 1 er náttúrulega bara hálfur plús c jafnt og 5 og við sjáum að ef við færum nú hálfan yfir þá fáum við að c er þá jafnt og
5 er 10 aðrir og 10 mínus 1 er þá 9 aðrir, eða ef við notum 2 brot 4,5. Þá er stofnfallið sem að fullnægir skilyrðinu að f af pi sé aft og 5. Við erum búin að komast að því að c er 4,5, þannig að stofnfallið, þetta ákveðna stofnfall sem að við erum að leita að með þessu skilyrði, er þá tvisvar sinnum sinus x pluss hálfur kosinus 2x pluss 4,5. Þar með það búið.